Komið þið sæl og velkomin í Landsbyggðir. Við ætlum að ræða landbúnaðarmál að þessu sinni. Sindri Sigurgeirsson formaður Bændasamtaka Íslands, velkomin. Takk fyrir. Undir ykkar hatti eru margar búgreinar. Það góður business að vera bóndi í dag? Já, það feikna margar búgreinar undir Bændasamtökum Íslands. Það fjöldamörg félög bæði á héraðsvísu eins og Búnaðarsamband Eyjafjarðar, Búnaðarsamband Suðurlands, Vesturlands og svo framvegis. Og svo fullt af aðildarfélögum á sviði búgreina eins og sauðfjárbændur, kúabændur og loðdýrabændur og ýmislegt fleira má lengi telja. Íslenskt samfélag það hefur tekið miklum breytingum, þetta ekki lengur bændasamfélag, en þú hefur verið lengi í framvarðarsveitinni. Veit landinn nógu mikið landbúnað, finnst ykkur það? Já, við höfum alltaf verið meðvituð það að við þurfum að standa okkur vel í að uppfræða landanum hvað landbúnaður snýst. Og einmitt þetta sem þú nefnir, þetta hefur þróast í þá átt að landbúnaðurinn kannski umfangsminni í heildarsamfélaginu en hann var hér fyrrum. Snemma á seinustu öld snýrist allt landbúnað sem það gerir ekki í sama mæli í dag. Þannig að við höfum alveg verið meðvituð það og reyndar oft verið gagnrýnt Bændasamtökin fyrir að standa okkur ekki nógu vel í uppfræða landanum hvað íslenskur landbúnaður snýst. En við höfum samt sem áður haft ákveðið verkefni á Bændasamtökunum sem mjög skemmtilegt og heitir Dagur með bónda. Það sem við förum og heimsækjum bekki á höfuðborgarsvæðinu og eins hér á Akureyri líka. Það sem farið í skólana og bændur koma þar og hitta nemendur skólana til þess að ákveðna bekki til þess að uppfræða þá það hvað gengur og gerist í sveitinni. Og ennfremur þá höfum við duglega að bjóða upp á bæi sem eru tilbúnir að taka á móti bæði leikskólakrökkum og annað til að koma að heimsækja sveitina. Bæir sem eru ekki allt of langri fjarlægð frá stórum byggðakjörnum. Til þess nákvæmlega að gera þetta, að halda þekkingunni við hvað snýst íslenskur landbúnaður og mjólkin verður ekki bara til inn í hillur í búðinni. Og hamborgararnir, þeir verða ekki til í Bónus? Nei, nákvæmlega. Ef við bara horfum yfir sviðið á þessar tvær stóru búgreinar, kúabændur og sauðfjárbændur, þar landslagið svolítið þannig að búum fækkar en þau stækka. Rétt. Það hefur verið þannig, sérstaklega í mjólkurframleiðslunni. Þá hefur búunum á seinustu áratugina verið að fækka og þau hafa verið að stækka, en það hefur hægt á þessari þróun. Þessi þróun ekki að sama skapi í sauðfjárræktinni, þó vissulega hafi búum til lengri tíma hafi búum fækka og þau hafi stækkað þá til dæmis eftir hrun þá fjölgaði mjög mikið framleiðendum á lambakjöti. Þá urðu mikið til af litlum framleiðendum. Þó nokkuð mikið það að fólk sem búsett var bara í byggðakjörnum og annað var að taka sér nokkrar ær og svoleiðis. Þannig að það kom eitthvað sjálfsþurftar hugsun upp í mönnum þannig strax eftir hrun. Og þannig að við sáum það aðeins verða breyting á því og svo hefur þetta síðan þá aðeins tekið breytingum en ég held að það megi alveg segja það að kannski hafi hægt svolítið á þessari þróun. En hvað sýnist með framtíðina? Þetta ekki það sem að koma skal hreinlega eins og víðast hvar erlendis að búin þau verða stærri til þess að ná fram einhverja hagkvæmni? Jú, það nokkurn veginn þannig, en við höfum líka alveg val hvernig við viljum að haga þessu. Og ég held að sé mjög mikilvægt að eins og til dæmis í mjólkurframleiðslunni þá erum við komin niður í eitthvað 560 bú á landinu, eitthvað tæplega 600 bú. Og við þurfum að fara að velta því fyrir okkur hvað viljum við ganga langt í þessu. Já, við viljum að sjálfsögðu hafa ákveðið þéttriði net af landbúnaði víða kringum landið og ef þau verða mjög fá og kannski á tiltölulega þröngu svæði þá mun það breyta svolítið búsettumynstrinu og það geti þýtt einhvers konar byggðaröskun. Þannig að við höfum alveg val það og tókum alveg skref það í senstu búvörusamningi að horfa kannski á stuðningurinn sé aðeins byggðatengdur líka en ekki bara út á framleiðslu. Þannig að ég sé það fyrir mér að jú, þetta mun halda eitthvað áfram en ég held að þetta muni hægja verulega áfram á þessari þróun og
við munum svona sjá að verði ná svona eitthvað stabilitet í þetta. Bændasamtökin þau minna reglulega á sem sagt mikilvægi þess eða mikilvægi sem sagt fæðu öryggis að þjóðin hafi sem sagt og framleiði matvæli sem að dugi fyrir þjóðarbúið. Skilningur á þessu og þú minnist einmitt á hrunið þá blossaði upp þessu umræða? Já, það ekki nógu mikið skilningur alltaf á þessu. Fæðuöryggismál er þjóðaröryggismál víða talið og skiptir mjög miklu máli. Það staðreynd að það ekki nema 10% af öllum matvælum sem framleiddir í heiminum sem eru á heimsmarkaði. Þetta getur verið misjafnt eftir löndum og annað slíkt en það nokkuð með þannig að 90% af framleiðslu búvara neytt í heimalandinu. Þannig að menn eru alltaf að hugsa það og ef við getum sett það í það samhengi að við hér sem eiga í Norður-Atlantshafi ætlum að vera að treysta algjörlega á að maturinn kemur bara annar stað frá og við værum bara að gera eitthvað annað, þá geta komið upp svona stað eins og var í hruninu að bara menn vildu fá bara staðgreitt þegar þeir komu með gámana upp á kaja og það ekkert afgreitt nema verið staðgreitt og ýmislegt fleira. Það alveg dæmi að það komið upp eitthvað skonar farsóttir og annað sem hafa hernaður og ýmislegt sem hafa lokað tímabundið svona viðskiptaleiðum eða ferjuleiðum með vörur. Þannig að þetta skiptir verulegu máli að huga fæðuöryggi. Það oft sagt náttúrulega við okkur með þennan gríðarlega sjávarútveg og við séum að sjálfsögðu með allan þennan fisk í sjónum, þannig að við þurfum ekki að hafa neina áhyggjur og það alveg rétt sko. Það mjög mikilvægt líka. En þetta skiptir allt máli í stóru myndinni að ef þú vilt hafa öflugan landbúnað þá verður að búa honum einhvern veginn skilyrði til þess að geta tekið utan þetta fæðuöryggi og tryggt það að það sé nóg framleitt í ríkinu hér heima af heilnæmri vöru. En neytandinn sjálfur, hann svona oftast nær greiðir bara atkvæði með buddunni og horfir þá á verðmiðan. Lambalæri, það bara rándýrt. Já, sko, það rétt að hann greiðir að sjálfsögðu atkvæði með buddunni. En lambalæri alls ekki dýrt, kall. Það bara, það alltaf að vera ósammálaðir. Vegna þess að þú getur keypt lambalæri og haldið fína veislu fyrir 7, 8 til 10 manns og það myndi ekki duga fyrir einni pítsu eins og hún kostar í dag og þannig að það ekki rétt að lambakjöt á Íslandi á mjög hagstæðu verði en vissulega kostar að framleiða búvörur hér, það dýrara. Sérstaklega ef að þarf að flytja mikið aðföngum til landsins og annað, þá þetta, það kostar sjálf og við vitum bara kostnaðar á bakvið að reka samfélag svo norðarlega og í svona litlu landi dýrara heldur en gengur og gerist, heldur en til dæmis á meginlandi Evrópu, þannig að sjálfsögðu kostar meira að framleiða matvælin hér. En við fáum alveg með því að hafa þessi skilyrði íslenskan landbúnað, fáum alveg helling af hágæða vöru sem það bara þekkt í samanburði og annað með mjög heilnæma og góða vöru sem allir eru sammála Bændasamtökin, þau minna reglulega á mikilvægi þess að byggja landið allt og sem sagt í hinni pólitísku umræðu þá nú svo sem talað að byggja landið allt en sem sagt, finnst ykkur þetta meira svona vera í orði en á borði, þetta tal allt saman? Já, þetta nú hefur stundum verið þannig. Ég verð þó að segja það núna að það svona undanfarið hefur svona margt verið gert sem að jákvætt og menn verða að fá að eiga það sem gott Það til dæmis mjög nýbúið að samþykkja að leggja fram mjög metnaðarfulla byggðaáætlun og það sem að margt nýtt inni sem að hvetur til þess og auðveldar búsetu á landsbyggðinni sem mjög mikilvægt. Einnig þessi nýja samgönguáætlun sem að nú komið í gegn sem það svona innspýting heilmikil og full fjármögnun til næstu 5 ára. Þetta skiptir okkur allt máli sem búum í hinum dreifðu byggðum. En alltaf einu þá skiptir máli að við horfum á þetta í ákveðinni heild. Starfsumhverfi landbúnaðarins 2 meginstoðir. Það annars vegar stuðningurinn sem að styður við ákveðna framleiðslu þannig
að það sé auðveldar að búa þar til hágæða vöru og selja hana til hagstæða verði hér á markaði og hins vegar er það tollverndin sem oft mjög umdeild en skiptir líka gríðarlega miklu máli og tollvernd ekki sér íslensk, það eins og við séum ofta að tala um það að tollar séu bara eitthvað sér íslenskir og það séu bara vondir pólitíkusar á Alþingi sem hafa fundið það upp en það alls ekki þannig, ég meina að þetta alveg þekkt aðferð við að skapa starfsskilyrði og tryggja vilja bænda til þess að framleiða vöru í heimalandinu og þá tollverndin notuð til að jafna stöðu bæði með tilliti til þess að framleiðslukostnaður kann að vera meiri, náttúrulegar aðstæður geta verið aðrar, það allt öðruvísi náttúrulegar aðstæður hér að rækta til dæmis korni á Íslandi heldur en í Brasilíu, þar sem nærð miklu fleiri uppskerum, þannig að tollverndin skiptir máli í þessu, þannig að allt þetta svona mikilvægt til þess að treysta og landbúnaðinn sem skiptir svo miklu máli fyrir landsbyggðirnar því að hann þetta menningarlandslag og þetta öryggisnet sem við þurfum að hafa all land. Þannig að oft hefur þetta verið yfirborðskennt þegar að tala þetta en þú veist, stjórnvöldin sem sitja núna hafa nú svona sýnt aðeins í verki að þeim meiri alvara heldur en oft hefur verið. Síðasta sumar þegar að ég bara hálfgert neyðarkall kom frá Noregi þá vantaði landbúnaðinn þar. Þessi umræða vöknuðum við svolítið upp þarna við þessar aðstæður Norðmanna? Já, ég held að margir að vakna og átta sig á því að í svona, þú veist, matvælastefnunni íslensku þarf að huga að öllu. Og það einmitt ástæðan fyrir því að stjórnvöld núna farin á stað með að setja matvælastefnu fyrir okkur vegna þess að þetta skiptir allt máli varðandi aðföngin. Við lentum alveg í hruninu, forveri minn Haraldur Benediktsson sem þá var formaður bændasamtakanna fór á fund bara fyrstu dagana eftir hrunið í Seðlabankann til þess að ræða það við og það yrði að tryggja að væri hægt að greiða allt fóður sem þetta kom til landsins. Að því að við flytjum þó nokkuð inn að fóðuri, kjarnfóður og annað sem að ekki náttúrulega skilyrði hér til þess að framleiða eins og hveiti og soja og ýmislegt fleira. Og þannig að þú veist, það sýndi okkur bæði í hrunið, það sýndi okkur að þetta skiptir máli og eins þetta sem hún nefnir núna með heyjöflun í löndunum í kringum okkur, á Norðurlöndunum, sem að fór bara, var bara mjög erfið út af miklum þurrkum að þetta skiptir allt saman máli, sko. Ný skýrsla sem að Vífill Karlsson í Borgarnesi hefur gert fyrir landshluta-samtökin, hún sýnir svolítið svona greinilega að staða landbúnaðar, hún að batna, fjárhagslega staða eða hvað? Já, hún hefur verið að batna. Það sjálfsögðu kemur núna fall í sauðfjárræktinni fyrir 2 árum þegar að verður markaðsbrestur á erlendum mörkuðum, bæði vegna sterks gengi á íslensku krónunni og eins að það verði fór niður á heimsmarkaði. En heilt yfir þá hefur afkoman verið að batna og afkoman hefur verið alveg viðunandi í mjólkurframleiðslunni núna undanfarin ár. Þannig að ég vona að nú sjáum við fram á betri tíma í sauðfjárræktinni að strax komin teikn það að það sé komin betri tíð. Menn eru farin að borga uppbót á verðið sem var greitt í haust og menn eru farin að bjóða bændum í viðskipti sem var ekki, þetta var allt saman lokað og eins erum við farin að tala um það að menn séu hræddir að verði skortur okkur ákveðnum skrokkhlutum sem alveg óvíst ennþá en það sem segir okkur það að við erum aðeins búin að ná utan stöðuna. Tölum aðeins nánar um kúabændur. Þegar maður keyrir sveitirnar, það víða verið að byggja og mjólkurframleiðendur, þeir standa frammi fyrir tæknivæðingu sem að kostar töluverða peninga. Já, það rétt. Það mjög mikið verið að byggja í mjólkurframleiðslunni og það einnig þó nokkuð verið að byggja í nautakjötsframleiðslunni. Og hvoru tveggja á sér svona stóð í þeim búvörusamningum sem tóku gildi upp á 2017. Við settum að það var Alþingi setti árið 2015 ný lög velferð dýra og reglugerðir í framhaldi af því og það þýddi það að það þurfti að fara í endurnýjun á okkar 9.000 básum á Íslandi og það var á þeim tíma svona þriðjungurinn. Þannig að það þýddi það að menn
urðu að fara að taka ákvarðanir og þetta þó nokkuð gefin ágætur frestur til þess að gera þetta og þetta ekki orðið veruleika en þetta svona knúði menn svolítið til þess að taka ákvörðun framtíð kúabúskapar hjá sér. Þannig að það eru gríðarlega margir sem fóru í það að byggja fjós og aðrir hafa dregið bara úr framleiðslu og ætli sér ekki að vera áfram. En það bara mjög jákvætt að það heilmikil svona framhugsun í íslenskum kúabændum í dag og það einnig í þessum samningum gefum kostur á því að fá svona stuðning við svona framkvæmda stuðning. Þannig að það var svona eitt af því sem að hjálpar til við að styðja við þetta líka svona mjög jákvæð. Ég held að það sé stuðningur sem að menn eru alltaf frekar sáttir við þó menn sé á móti stuðningi almennt eða styrkjum að stuðningur við framkvæmdir og nýsköpun séu mjög jákvæðir. En þessi róbótavæðing standa bændur þá bara frammi fyrir því að annarkvort að róbótavæða þá hjá sér eða hreinlega bara með svona tímanum að láta búskapinn feitast út? Já, menn náttúrulega þurfa að uppfylla þessa nýju velferðarreglur og það var bæði stærð á rými fyrir kýrnar og stærð á básum og ýmislegt svoleiðis sem þýddi það að mjög mikið af gömlu fjósunum þyrftu að fara í eitthvað svona breytingar. En þetta alls konar, sumir geta einfaldlega notað bara húsin áfram gert breytingar og innréttingum. Aðrir velja það að fara í nýframkvæmdir og vera áfram með mjaltabás eða þannig, að það sé mannsöndin sem sjáu mjaltirnar og sumir velja það að fara í róbótavæðingu. Þannig að það ekkert allir sem að velja róbóta þó að það sé mjög hátt hlutfall hér. En þetta allavega bara svona allavegana sem menn hafa valið að fara í þessu. Kúabændur, þeir eiga sem sagt MS, það stóra batteri. Kallar þetta ekki stundum á árekstra og það bara hollt fyrir atvinnugreinina að þeir séu sem sagt bæði sem sagt í framleiðslunni og svo í sölumálum? Já, þetta alveg rétt að þetta getur komið upp úr stað að það myndist svona einhver erfiðleikar á milli varðandi þetta. Við þekkjum þetta vel úr kjötinu líka þar sem að bændurnir eiga afurðastöðvarnar að segja samt þið og þið vil ekki borga okkur nógu mikið og annað slíkt en ég held að þetta sé alveg ágætt form. Það þannig að víða í heiminum eru mjög öflug og stór samvinnufélög bænda sem að eiga úrvinnslufyrirtæki og það þekkjum við bara mjög vel á Norðurlöndum með svo Arla og eins og Tína í Noregi og fleiri fyrirtæki, stór og öflug fyrirtæki á sviði mjólkurframleiðslu og þetta þarna liggja þá hagsmunir saman að frumframleiðslan sé með ágætum og sé í góðu lagi og í góðum tengslum við svo úrvinnsluna einnig. Þetta sjálfsögðu skiptir einnig máli í þessu að hafa aðgengi fyrir alla sem vilja vinna úr íslenskri mjólk og vinna úr mjólk almennt. Og það hefur alveg verið okkar skoðun að mjólkursamsalan sem í eigu bænda sé mjög, mjög mikilvægt fyrirtæki því að hún svona þessi stóra markaðsráðandi stöð sem að getur tekið á öllum birgðamálum, getur haldið utan alla söfnun og svona og svona tryggt ákveðna bestun í öllu framleiðsluferlinum. En hins vegar mjög mikilvægt að ef að koma fyrirtæki sem vilja spreyta sig á að vinna á mjólk að það séu sköpu skilyrði fyrir slík fyrirtæki og við höfum verið mjög áfram með það. Og þetta eru fyrirtæki sem til dæmis Arna Bolungavík sem að hefur verið mjög framsækið og öflugt í að vinna úr íslenskri mjólk og þannig að ég held að þetta sé bara jákvætt að reka á stóru og öflug samvinnufélög sem svona taki að sér þetta heildarverkefni að halda utan framleiðslu, birgðastýringu og annað en að búa þeim skilyrði hverjum einum sem að vill koma inn á markaðinn. Það Sindri að þið séu mjög áfram að það komi fleiri fyrirtæki inn á markaðinn? Já, ég get ekki sagt annað að það. Ég hef setið sjálfur í Verðlagsnefnd búvara þar sem hafa komið erindi frá Örnu ýmislegt sem betur mætti fara og við höfum stutt við það. Þannig að það bara mikilvægt að þeir sem vilji koma inn á markað geti gert það. Það hins vegar þannig að ég held að þeim þykja ágætt, þeir þurfa ekki að reka mjólkurbíla,
Þeir þurfa ekki að reka neina rannsókn á mjólkinni þegar hún sótt til sýnatöku og annað og geta bara einfaldlega fengið hann annarkvort ógerilsneyta eða gerilsneyta til sín á fyrirfram ákveðnu verði og ég held að þetta sé kerfi sem sé alveg hagfellt fyrir þá sem að vilja stíga inn í þetta. Þannig sjálfsögðu hafa menn verið að gagnrýna það að menn hafi haft heimildir til verkaskiptingar, samvinnu og undanþágu frá samkeppnislögum og þar fram eftir götunum. En þetta kerfi hefur bara sýnt að það hefur bara skilað á hverju einasta ári, þetta var tekið saman núna bara fyrir nokkrum árum, að á hverju ári síðan að þessu var komið á, 2004, þessar undanþágu, til þess að geta sameinað þetta og hagrætt í úrvinnslugeiranum, þá er það skilað neytendum 2 milljörðum á ári, milljörðum, og bændum 1 milljarði. Þannig að staðan hér er þannig að íslenskir bændur búa í mjög hátt afurðaverð í samanburði við önnur lönd og mjólkin er einnig bara ódýr á Íslandi og það kom meðal annars fram í nýrri verðlagskönnun ASÍ sem var gerð á Norðurlöndunum að mjólk er bara á hagstæða verði á Íslandi þannig að ég held að þetta sé bara fínt eins og þetta er. Tölum svolítið meira framleiðslumál. Bændur, þeir eru í auknum mæli farnir að framleiða sjálfur, beint frá bíli heitir þetta. Er hugsanlegt að ef þetta eykst mikið að það grafi þá undan annarri framleiðslu starfsemi? Það getur að sjálfsögðu gert það ef að þetta er í miklu mæli. Það er hins vegar ekki raunin í svona það sem að þessi kultúr að selja svona beint frá bíli hefur kannski náð sér vel upp að þetta sé stór hluti á markaðnum. En þetta er mjög jákvæð þróun og þetta er mikilvægt að bjóða upp á þetta. Það er eftirspurn eftir þessu. Það er ekki víst að þetta verði neitt í stórum mæli og ég held að þetta styðji bara við markaðssetningu á afurðum okkar almennt og ég á ekki vona að þetta verði að einhverjum stórum skala en þetta er þó nokkuð vinna, þó nokkuð fyrirhöfn og ég bara er ánægður með þá sem að velja að gera þetta. Ég held að þetta eigi ekki eftir að hafa þessi áhrif allan á næstunni. Það stendur yfir núna atkvæðagreiðsla bæði meðal sauðfjárbænda og svo líka kúabænda samninga við ríkið. Hvaða línu er nú formaður bændasamtakana búin að senda út? Ég er ekki búin að senda út neina línu og ég einfaldlega bara fylgi þeim ályktunum sem að unnið er eftir á mínu vettvangi. Ég er bara í forystu fyrir bændunar en þetta er umdeilt mál og stór. Þetta er umdeilt mál. Vissulega er þetta umdeilt mál og það er bara þannig að núna er hafinn og þegar þetta er talað þá erum við lagðir á stað í atkvæðagreiðslu um framtíð kvótakerfis í mjólk og þar eru skiptar skoðanir og menn hafa verið að skrifast á í Bændablaðinu og það eina sem við höfum gert, Bændasamtökin og Landssamband kúabænda er að setja upp sviðsmyndir það hvernig við teljum að hvor valkosturinn fyrir sig þýði. Þannig finnst mér að við séum að upplýsa hvað þetta þýðir fyrir bændurna. Svo skiptast menn á skoðunum á Facebook og annað og ræða þetta þar og að ég gef ekki út neina línu með það. Svo seinna í þessum mánuði fer á stað, í byrjun mars fer á stað þessi atkvæðagreiðsla varðandi endurskoðan sauðfjárhluta búvörusamningsins og það er ekki, sú atkvæðagreiðsla er ekki komin á stað. Stundum er það nú þannig þegar myndin af landbúnaði er dregin upp, þetta er svolítið svona rómatík jafnvel í þessu, en þetta er allt saman bara lítil fyrirtæki sem að það þarf bókhald og þetta er matvælaframleiðsla og það er mikið eftirlit. Já, það er nefnilega málið. Þetta er bara eins og að reka fyrirtæki og það er þannig að bara eins og í hverju öðru fyrirtæki þá þarf að huga að öllu, það þarf að huga að aðföngum, það þarf að huga að bókhaldi og svo náttúrulega sinna skepnunum og þetta er mjög fjölbreytt en þó að þetta vissulega sé mikil rómatík yfir þessu þá er þetta oft bara hardcore fyrirtækjarekstur og menn bara standa sig misjafnlega vel í því að sjálfsögðu og við í svona stæðstum hluta hingað til verið að reka þetta bara fyrir eigin kennitölur bændurnir en það er í vaxandi mæli verið að færa þetta yfir í einkahlutafélög þannig að það er bara svona
í takt við tíðarandann. Jafnvel uppi spekulasjónir einhver staðar að, að setja bara stór bú hreinlega bara á markað? Nei, ég hef ekki heyrt af því og ég held að við munum aldrei komast í þennan skala að vera með einhverju risastór bú hérna á Íslandi og eitthvað sem menn eru að kalla verksmiðjubú og annað. Allavega sé ég það ekkert alveg fyrir mér á næstunni en þetta þekkjum við það að það eru stór fyrirtæki og fyrirtæki sjávarútveg meðal annars sem eru að reka stór bú og en það eru ýmsir takmarkandi þættir í þessu og svona landrými og annað og þessar framleiðslu aðferðir sem við notum með þessari beit og þessari heyjöflun sem við stundum hér þá eru svona náttúrulega takmarkandi aðstæður til þess að geta verið með einhver svakalega stór bú eins og við heyrum talað í Kína og Indlandi og víða sem eru bara fleiri miljón kýr. En það eru nú þegar komin ansi stór kúabú til dæmis Höfni í Hornafirði, 2 milljónir lítra eitthvað svoleiðis. Já, það vissulega komin svo stór bú en þú veist, hér á landi þykja búin að meðaltali alls ekki vera stór með það sem gengur og gerist í Evrópu, sko. Bóndi sem sagt ennþá bústólpi? Já, sannarlega bóndi bústólpi, sko, og mun verða áfram og mjög mikilvægur einnig í þessu menningarlandslagi sem við erum að búa til hérna. Það væri ekki þess virði að ferðast með alla þessa ferðamönnum Íslandi, það væri ekki þessi búskapur sem heldur þessu menningarlandslagi uppi. Sindri Sigurgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands, þakka þér fyrir spjallið. Takk svo.